Góðan daginn, Gunnhildur heiti ég. Þorbjörg heiti ég. Og við ætlum að ræða hérna réttindi sjúklinga og þau lög og reglugerðir sem tengjast starfinu á réttar- og öryggisgeðdeild. Við erum báðar með BA-gráðu í félagsráðgjöf og lærum heilmikið lög þar. Og svo Obba með diplóma í afbrotafræði og ég með viðbótar diplóma í félagsfræði. Þannig að við erum með eitthvað. Hellingi í pókahorninu. Yes. En já, við ætlum fyrst að fara yfir þau grundvallarlög sem notast við í starfi réttar- og öryggisgeðdeildar. Og okkur fannst mikilvægt að byrja á því að setja upp mannréttindasáttmála Evrópu af því að öll lög styðjast við þann sáttmála, öll lög á Íslandi og það er búið að lögfesta mannréttindasáttmálan á Íslandi. Og í öllum lögum klausa, bara eiginlega öllum lögum sem snýra réttindi borgara, klausa að það sé bannað að mismuna fólki á grundvelli trúar og kynþáttar og alls konar þannig. Og auk þessi margt annað, frelsissvipting og annað sem mannréttindasáttmálinn talar að við förum betur yfir það eftir. Í stjórnsýslulögunum eru almennar skyldur embættismanna eða fólk sem starfar við það bara í raun og veru hvernig á ég orða þetta? Já, eins og fólki sem kemur að einstaklingum sem eru nauðugir vistaðir á geðdeildum. Já, þetta eru svona almennar reglur það hvernig stjórnvöld hegða sér gagnvart borgurum. Já. Til dæmis meðalhófsreglan þarna og hún er mjög mikilvæg í okkar starfi. Lög réttindi sjúklinga eru bara lög það hvernig sjúkrastofnanir og stjórnvöld sem koma að heilbrigðismálum mega hegða sér gagnvart sjúklingum og hvaða rétt sjúklingar hafa til þess að kvarta og annað slíkt. Hegningarlögin þau snúa réttargeðdeildinni. Þegar einhver fremur alvarlegt brot þá fólk sent í geðmat til þess að ákvarða það hvort að það sé talið sakhæft eða ósakhæft. Í lögræðislögum talað lögræði. Það fær þau sjálfkrafa 18 ára og ert ekki sviptur því nema með úrskurði dómsvalds. Lög sjúkraskrá, það bara það sem við þurfum að skrá niður. Meðferð sakamála, þar talað geðmat sem að fólk fyrir gegnum. Það snýr líka réttargeðdeildinni. Og svo eru lagahaf og reglugerðir og stefnuskýrslur og önnur skjöl sem stuðst við, til dæmis deildarreglur. Og með stefnuskýrslurnar þá mjög gott að tala batamiðju þjónustuna sem verið að innleiða núna á geðsviði Landspítalans og hún hefur heilmikil áhrif í starfinu á öllu geðsviðinu og líka hjá okkur. Lög réttindi sjúklinga. Markmið laga þessara að tryggja sjúklingum tiltekin réttindi í samræmi við almenn mannréttindi og mannhelgi og styrkja þannig réttarstöðu þeirra gagnvart heilbrigðisþjónustunni og styðja trúnaðarsambandið sem ríkja ber milli sjúklinga og heilbrigðisstarfsmanna. Ef maður lesi þetta þá kannski þetta ekkert eitthvað æðislega skýrt. Maður þarf að lesa þetta alltaf oft í gegnum þetta til þess að átta sig á þessu. Almenn mannréttindi, við teljum okkur öll vita hvað það en það ágætt að tala sérstaklega það að það eru mannréttindi til dæmis að vera frjáls og anda sér fersku lofti sem eitthvað sem þarf að taka af okkar skjólstæðingum, allavega frelsi og í vissum tilfellum líka tekin rétturinn til þess að anda sér fersku lofti sem náttúrulega alls ekki gott. Mannhelgin, hún í raun og veru tvíþætt, það persónufrelsi og svo persónulegt öryggi. Og persónufrelsið auðvitað frelsi til að vera úti en það líka frelsi til þess að halda sínum upplýsingum fyrir sjálfa sig. Þannig að trúnaðarskyldan sem við undirritum þegar við byrjum að vinna hún, ef við brjótum hana þá erum við að brjóta mannréttindi sjúklinganna okkar. Þetta ekkert bara eitthvað já, förum og spjöllum Þetta alvöru mál og við erum að brjóta mannréttindi ef við brjótum trúnaðinn við sjúklinganna okkar. Persónulegt öryggi, það auðvitað verið að
vernda persónulegt öryggi bæði borgarinn og sjúklingsins sjálfs þegar hann sviptur frelsi sínu. Hann talinn hættulegur sjálfum sér eða öðrum og það talið að það þurfi að skerða hans frelsi til þess að vernda borgarana eða hann. Almennar reglur réttindi sjúklinga. Þetta allt í lögum réttindi sjúklinga. Það hægt að skipta þessu upp í svona flokka og við gerðum svona tilraun til þess, en þetta eru mjög löng og viðamikil lög þannig að maður getur auðvitað ekki fara að tala allt. En við tókum út það sem okkur fannst svona kannski snúa helst að starfi ráðgjafa og það upplýsingarétturinn. Sjúklingar hafa rétt á upplýsingum sitt heilsufar, sína meðferð, önnur hugsanleg úrræði sem eru í boði og afleiðingar fyrir sjúklinginn ef hann hafnar meðferð og rétt hann til þess að fá álit annars læknis ef honum finnst þetta álit sem hans læknir gefur ekki fullnægjandi eða ekki nógu gott eða eitthvað, þá hefur hann rétt á því að biðja annar lækni álit. Samþykki, réttur til að hafna meðferð mjög skýr í lögum réttindi sjúklinga nema annað kveði á lögum og það dálítið það sem við erum að fara eftir því að við erum bara mjög oft og oftast nær erum við að svipta sjúklinga okkar lögræði eða sjálfræði til þess að geta tekið á í meðferð sem skilgreind sem nauðungarmeðferð og það út af því að þeir eru taldir hættulegir og það alveg skýrt kveðið á í lögum hvernig ber að gera það til þess að það sé löglegt og rétt. En ef einstaklingur hefur sjálfræði, þá má ekki þvinga hann í neins konar meðferð. Það alveg sama hvernig meðferð það Og þegar sú staða kemur upp að sjúklingur sem hefur sitt sjálfræði talinn hættulegur öðrum og talið að þurfa vistan og geðdeild honum til hagsbóta eða öðrum, þá þarf að svipta hann tímabundið í raun og veru. Hvað að kalla aftur? Að kalla 48 klukkustunda svipting. Og svo eftir þessar 48 klukkustundir þá tekum við 21 dagur þar sem manneskjan hefur í sjálfu sér ennþá sitt sjálfræði en hún ennþá nauðungarvistir. Og sú ákvörðun alltaf tekin af dómsmálaráðuneytinu í samræði við lækni. Trúnaðarskylda, ég var aðeins búin að tala hana og hún náttúrulega mjög mikil. Við megum ekki tala nöfn sjúklinga, sjúkdómsgreiningar eða önnur svona bara persónueinkenni sem geta verið sem geta í raun og veru gefið einhverjum utanaðkomandi aðila upplýsingar manneskju sem þeir eiga ekki að hafa upplýsingar Og við vitum það öll að við erum með einhverja svona sjúkdóma eða kvilla sem við viljum ekki deila endilega með öðrum. Þá viljum við geta treyst því að heilbrigðisstarfsmennirnir sem sjá okkar mál fari varlega með þessar upplýsingar. Og maður hefur alveg orðið var við það að stundum kannski trúnaðarskyldan ekki alveg tekin nógu alvarlega. Bara almennt að fólk kannski bara í vinnunni og áttar sig ekki alveg á því hvar mörkin liggja. Þannig að það bara mjög mikilvægt að hugsa út í það. Annars lagið getur verið að ég sé á einhvern hátt að brjóta einhvern trúnað með því að tala hlutina. Og þá verðum við bara að stoppa sjálf okkur af og fara í handleiðslu og ræða þetta þar eða eitthvað svoleiðis Þetta skiptir mjög miklu máli og þetta algjört lögbrot að gera þetta og það hægt að draga þig til ábyrgðar ef þú brýtur trúnað. Og þetta mjög vandmeðfarið því að kannski bara eru starfsmenn að ræða sjúkling inn á deild, athuga ekki að loka að sér eða hvað þannig að annar sjúklingur heyrir umræðuna. Þannig að maður þarf bara að passa sig verulega. Alveg ofboðslega mikið. Spítalinn ekki endilega það sem að tala opinberum allt. Nei. Það eitthvað sem að heilbrigðisstarfsmenn kannski mest í fyndin hjá þeim að
þótt við séum, þú veist, hér og þar eða náttúrulega í ganginu, við getum ekki talað eitthvað sérstaklega þar. Nei, akkurat. Við þurfum að passa okkur gífurlega vel á því að þessi trúnaður, hann snýr ekkert bara að fólki utan við sig spítalann, hann snýr líka bara að sko samsjúklingum eða jafnvel starfsmönnum og öðrum deildum sem hafa ekkert með þessar upplýsingar að gera. Við eigum ekki tala ákveðin sjúkling sem allir leita að nafngreina eitthvað við aðra starfsmenn og öðrum deildum. Akkurat. Sem kom ekki afhans með þessu. Akkurat. Algjörlega sammála þar. Rétturinn til að kvarta, okkar sjúklingar hafa þennan rétt til þess að kvarta ef að þeim finnst á sér brotið. Og þá skrifaði bréf til landlæknis og hann ákveður hvort að hann tekur máli fyrir eða ekki. Og það geta verið ýmsar ástæður fyrir því að sjúklingnum finnst að hann þurfi að kvarta yfir einhverju. Og okkur ber náttúrulega skylda til þess að aðstofa hann við það ef að honum finnst að hann þurfi að kvarta. Við þurfum ekki að vera sammála, en við þurfum að taka það alvarlega. Og þetta er bara partur af því líka að vera ekki með fordóma sko, gagnvart sjúklingunum okkar. Ef að þeim finnst á sér brotið þá tökum við því að sjálfsögðu alvarlega og leyfum bara landlækni væntanlega að meta gildi þessara kvörtunar frekar heldur en að vera að gera það sjálf. Það er ekki okkar hlutverk. Ábyrgð á eigin heilsu og ábyrgð á þátttöku í eigin meðferð. Þetta er rosalega erfitt inn á svona lokuðum geðdeildum þar sem að fólk er í raun og veru í nauðungarmeðferð. Af því að hvar getum við farið fram á það að sjúklingurinn byrja að taka ábyrgð á meðferð sem hann hefur engan áhuga á að taka þátt í og finnst hann kannski ekki þurfa að taka þátt í. En samkvæmt lögum þá bera sjúklingar ábyrgð á eigin heilsu og við þurfum að labba dálítið jafnvægisgang þarna að taka ekki ábyrgðina af sjúklingum meira en þess gerist þörf sko. Í lögum sjúkraskrár er talað að heilbrigðisstarfsmanni sé skylt að skrá upplýsingar meðferð sjúklings og það geta verið ýmsar upplýsingar sem er mikilvægt að koma á framfæri og stundum finnst okkur kannski óþarfa að skrá og viljum ekki koma einhverjum í vandræði eða hvað sem það kalla sko. En þetta er óbærslega nauðsynlegt samskiptatæki að skrá allt og bara ræða opinskátt hegðun sjúklings, bæði við hann og við teymið og þetta er ekki bara nauðsynlegt, þetta er bara meitlað í lögin sko. Þú veist, við eigum að gera þetta. Þannig að við þurfum dálítið að kannski, ég veit ekki hvort við þurfum að bæta okkur þar, en við þurfum allavega að hafa það í huga að það er ekki okkar að meta hvort að upplýsingarna komi ykkur í vandræði, það er bara okkar að skrá þær sko. Og þetta getur komið í veg fyrir mikinn misskilning og jafnvel bara hættuástand að eiga góð samskipti okkar á milli. Sjúklingur á rétt á að skoða sjúkraskrána sína og þá þarf hann að gera skriflega umsókn til læknisins og læknirinn fer yfir sjúkraskrána og tekur út allt það sem hann telur að í raun og veru telur að sjúklingurinn eigi ekki rétt á að fá að vita eða geti komið einhverjum öðrum kannski einhver vandræði, ég veit ekki alveg sko hvernig læknirinn metur þetta, ég hef ekki kynnt mér það almennilega, en við eigum að sjálfsögðu að aðstoða okkar sjúklinga ef að þeir biðja aðstoð við að fá aðganga sinni sjúkraskrá, þeir eiga rétt að því eins og aðrir sjúklingar. Vorum við með þessa glæru? Vorum ekki búin að taka hann út? Vorum búin að taka þessa glæru út? Stjórnsýslulögin. Stjórnsýslulögin, eins og ég sagði áðan, eru sko reglur fyrir stjórnvaldið það hvernig hann á að koma fram gagnvart borgaranum. Og það eru svona reglur, þetta eru nokkra reglur sem að skipta ofsalega miklu máli í okkar starfi og við séum meðvituð 11. grein talar jafnræðisregluna og þetta er í raun og veru sko bara það sama og er í mannréttindasáttmálanum sem ég var að tala áðan. Það er bannað að mismuna fólki á grundvelli
bara alls konar hluta, kynþáttar, litar, háttar, þjóðernis, trúarbragða, stjórnmálaskoðana, þjóðfélagsstöðu. Sko, þetta er upptalning og þetta er reyndar bara, þetta er allt þarna sko, greinin er þarna bara svona nokkurn veginn. Og við þurfum að hafa það í huga að okkar fordómar skipta ekkert máli þarna inni sko. Þú veist, við þurfum bara að vinna með þá og helst losa okkur við á þetta. En og vera meðvituð það ef við erum með fordóma sko. Að þá kannski að bara einmitt að vinna með það en ekki sko bara, já ég er bara svona. Þú veist, það gengur ekkert upp. Við erum að vinna með alls konar fólk og þetta er náttúrulega bara fyrst og fremst fólk sem að þarf aðstoð vegna geðrænna kvilla. Og við þurfum að geta tekið á sambærilegan máta á málum allra en ekki láta okkar persónulegu skoðanir eða viðhorf eða eitthvað gamalt sem við tökum með okkur kannski hafa áhrif á starfið. Og jafnræðisreglan er hérna til að tryggja það. Gagnvart öllum. Í mannréttindasáttmála Evrópu er talað rétt til frelsis og mannhelgi. Engan mann skal svipta frelsi nema í eftirfarandi tilvikum. Lögleg gæsla mann sem er andlega vanheill, áfengissjúklingur, eiturlyfjasjúklingur eða umrenningur. Mér finnst alltaf dálítið fyndið að þetta orð sem að enginn notar og manni finnst nú svona frekar svona bera með sér einhverja fordóma séu í lögunum sko. Er ekki búið að taka þetta út núna? Ég þekki það ekki þegar við gerðum fyrirlesturinn sko. Þá var umrenningurinn hann inni sko. Það er búið að taka fávitan út? Já, fávitin var tekin út sko. Það var sagt í fylgjum. Já, en umrenningur er Umrenningurinn er ennþá hann inni sko. Og svo náttúrulega bara eru yfirleitt ekki orðskýringar með lögum sko. Þannig að við getum túlkað öll þessi orð bara nokkurn veginn eins og okkur sýnir sko. En mér finnst svona umrenningu kannski, já. En það skiptir ekki máli. Andlega vanheill er það sem að við erum að díla við. Og það er náttúrulega líka spennandi og svona áhugavert að velta hér fyrir sig hvað það er að vera andlega vanheill. Og hvenær eru vanheilindin komin yfir einhverja línu þar sem þarf að fara að taka á okkur sko. Og hver metur það, er það læknar, er það bara við sjálf og það er náttúrulega væntanlega ekki bara við sjálfa því okkar sjúklingar, þeim finnst þeir ekkert vera andlega vanheilir svona yfir höfuð sko, þeim finnst þeir bara já, það erum við sem erum bara dálítið furðuleg og skiljum ekki hvað þeir eru máttugir og mikils megnandi sko. Og það er bara þeirra raunveruleiki sko. Og hvað rétt höfum við á því að segja það sé eitthvað annað sko. Við erum öll full af alls konar skrýtnum hugmyndum lífið og tilveruna sko. Ég held að sé enginn sem að getur sagst vera fullkomlega andlega heill. Hvað er að tala spirituali eða mind? Já, góð spurning sko. Andlega vanheill, það er náttúrulega verið að tala sko einhvern sem er veikur á geði. Andlega vanheill vísar í það sko. En Það er sem bókveitin túlkun. Já, nákvæmlega. En sko, dómstólar hafa nú verið að túlka þetta þannig væntanlega, þeir eru nú ekkert mikið að svipta fólk sjálfræði bara út á trúarskoðunum sko, það þarf að koma eitthvað annað til sko. Nei, það var það rétt að vera. Já. Erum við ekki talað spiritual trúar? Það er ekki svona. Nei, einmitt, spiritual. Það er allir segja allir vestan heimir séu eitthvað mannir sko. Já. Já. Ég myndi segja það líka sko, við erum öll eitthvað dálítið. Rosa þunn lína Já, þetta er nefnilega, þetta er ekkert alveg bara svart og hvítt. Það er ekki að maður, fara í heimil, sko. Nei. Þannig að 10 ár geti ég orðið bara starfa að sér, skilja. Einmitt. Þannig að þetta er, Það er miklum átökum. ég aldrei séð. Og maður sér það oft sko, þeir sem eru greindir með alvarlega sjúkdóma, þegar maður les svona sögur sko, að því að fólk er nú mikið farið að skrifa sögurnar sína niður og til dæmis í bókina Geðveikar batarsögur. Og þá sér maður sko, það er oft ekkert mikið sem að verður til þess að fólk fer yfir samkvæmt þeirra eigin sko sögu. Að þeir kannski voru bara undir einhverju álagi sem að bara mjög margir eru undir sko án þess að fara yfir línuna. En þeir einhvern veginn detta yfir þetta sko.
yfir þessi mörk sem að samfélagi setur það að vera andlega heill eða vanheill, sko. Þannig að þetta er ekki einfalt mál. Nei, það er bara ekki það. Og við þurfum líka bara aðeins að spá í þetta þegar við erum með strákan inn á deildinni, sko. Að þú veist, hvaða rétt höfum við til þess að segja, æ, þú ert bara veikur. Þú veist, honum finnst hann ekkert vera veikur. Og við erum... Það er mjög gott vinnutæki að vera nota bara það erum. Já. Það er bara engin lína á milli. Nei, einmitt. Það er ekki, geta alveg sem ég, Já. hvernig vil ég láta koma fram með mig. Þetta gæti verið ég, þetta gæti verið bróðir minn, þetta gæti verið systir mín, þetta gæti verið amma mín. Og þá líka kannski eykur það virðingu okkar gagnvart sjúklingunum, sko. Er það ekki meira spurning um sjálfsbjörg? Hvað segirðu? Er það ekki meira spurning um sjálfsbjörg? Það er að sjálfum sig ekki. Jú, það er oft þannig, sko. En svo... Það er ekki nema að sé kannski fullt fólki sem heimilstanda og sem bara er út af heimilstanda, en það er vinnum á því. Nákvæmlega. Og líka, sko, eins og hjá okkur er þetta mjög mikið spurning hvort að manneskinn hefur einhvern tímann beitt ofbeldi, eða ekki. Þú veist, það er kannski sjúklingar sem er alltaf lærin á öryggisgeðdeild þótt þeir hafa ekki beitt ofbeldi í 10-20 ár, sko. Þú veist, bara þegar þeir fóru fyrst þar inn, einhvern veginn. Það er líka dálítið svoleiðis, sko. Og öryggisgeðdeildin er náttúrulega óbúslega þvingandi meðferð, sko. Við erum þá einhverja samráðsskipti í Já, ótímabundin sjálfræðissvipting sem er reyndar, ég held hún sé orðin mjög óalgeng núna. En hún var ekkert það óalgeng. Og það er náttúrulega bara svona, það mér bara eftir að þessum gamla tíma að fólk átti sér ekki viðreisna von, sko, ef það var greint með alvarlegan geðsjúkdóm. Það bara, þú veist, það er alveg sagt að svipta hann ótímabundi þá bara að því að lagaskort er aldrei, sko. En það er mjög gott að hafa þetta í huga. Meðalhófsreglan. Stjórnvald skal því aðeins taka íþyngjandi ákvörðun þegar lögmætu markmiði sem að er stefnt verður ekki náð með öðru vegramóti, skal þess þá gætt að ekki sé farið strangari sakirnar en nauðsyn ber til. Þessi regla er náttúrulega alveg, þú veist, hún er bara undirstaðan í raun og veru undir öllu okkar starfi og ef við erum ekki meðvituð hana þá höfum við ekkert að gera hérna. Af því að sko, það getur nú allavega verið mikið meira íþyngjandi fyrir manneskju heldur en að svipta hana sínu sjálfræði. Eða og ég tala nú ekki um ef hún er bæði svipt sjálfræði og fjárræði og er þar með lögræði svipt, sko. Að við þurfum að feta þennan veg og bara samkvæmt lögum þurfum við að feta þennan veg dálítið bara mjög varlega. Og íþyngjandi ákvörðun getur líka verið, sko, að taka barn af foreldrum sínum. Það er mjög íþyngjandi ákvörðun. Og það eru svona ýmsar ákvarðanir sem er talið nauðsynlegt að þurfa að taka einhverjum til verndar, hvort sem það er barni eða einstaklingum sjálfum eða bara hinum almennu borgara. Það er oft frelsissvipting, til dæmis í okkar tilfelli, sko. Og þá þurfum við bara að hafa rök á bakvið. Við getum ekki bara gert það. Bara þessi svo leiðilegur, við erum bara að taka hann að göttunni, þú veist. Og eins og ef við setjum okkur í spor, bara kannski ungir strákar sem er kippt út úr öllu, þeim er kippt frá fjölskyldunni, lokaðir inn á geðdeild í marga mánuði, sem bara ósjálfrátt verður til þess að tengslamyndin rofnar við fjölskyldu og ættingja. Þetta er dálítið stórt, svakalega og bara tekur eflaust viðkomandi mjög langan tíma að komast yfir svona Unga strákar, hversu unga? 18 ára eða eldri. Já, 18 ára eða eldri. Og þeir eru kannski fjarri heimili sínu í marga mánuði. Það er erfiðast að út af geðsjúkdómum eða út af áðurinn geðsjúkdómum? Það er rosalega erfitt að vita, sko, hvað kom undan hænan eða ekki þarna, sko. Fór þeir að reykja gras af því að þeir heyrðu raddir eða fór þeir að reykja gras og byrjuðu svo að heyra raddir, þú veist. Oft eru tengsl á milli. Það er rosalega mikið af ungu fólki með fjölþættan vanda, eins og talað sko. Og þá er það fíknisjúkdómur og einhver geðröskun, sko, með því. Kannabis hefur svo mikil áhrif á taugakerfið.
Það er talað að ef þú ætlar alveg að borða reykja kannabis þá skal þú bíða svona 20 sekúndur reykja. Og þá er heilin full þroskaður. Mikið af Full mótaður og taugakerfið og full mótaður. Þannig að, þú veist, þú ert að leipa hættunni heim að það byrja fyrir. Og þetta er einmitt umræða sem að mér finnst ekki nógu áberandi í samfélaginu. Þessi gríðarlegu áhrif sem að kannabis getur haft ef þú ert með einhvern svona... út af þessum tíma. Já. Það er svo ung. Já, fólk er kannski að byrja, þú veist, Bara 13-14 ára. Það er alltaf að vera yngri. Frá því ég byrjaði. Og ég meina, hann væri miklu yngri ef það væri ekki fyrir að fólk þarf að vera fullára til þess að vera þetta. Þú veist. Líka þessi umræða með þetta sé hollt. Málið er að kannabis er hollt, tæknilega sér líkamlega. Og það er alveg ástæða fyrir því að vera að nota það í læknislegum tilgangi út í Bandaríkjunum. En það sem gleymist oft er það að þetta er bara brjálæðislega stuðandi fyrir taugakerfið. Og líka bara það sem notar í Bandaríkjunum er bara brot því sem er bara almennt reykt hér. Já. Það er bara rosalega lítið. Sko, það er kannski að því að kannabisi er svo glæpavætt hérna. Það er bara, sko, flokka bara með öðrum efnum sem eru hættuleg fyrir þig, sem eru ólögleg. Og það er í raun og veru engin fræðsla, svona almennileg fræðsla til ungs fólks það hvaða áhrif þetta getur haft á, til dæmis í tilliti til að þróa með þér alvarlegan geðsjúkdóm sem að þú kannski losnar bara aldrei við aftur. Krakkar í dag, þeir varpa bara endalausum rannsóknum sem finna á netinu inn á þessu svo hollt að láta. Einmitt. Þannig að maður stendur þarna bara eitthvað, nei, og þau eru endalaust bara. Það er rosalega persónulega. Þessum. Já. Það er rosalega persónulega. Við vildum hérna og hérna, það er fólk bara þannig í dag. Akkurat. Þetta er... Þú stafnar í þroska. Það var líka þegar hann byrjaði, svo var ég að gera ekki neitt, bara 3 mánuðin bara yfir að vera bara hvernig degi ósum í. Já. Akkurat. Gerði svona stund tíma hálf. Akkurat. Þetta er nefnilega, þetta getur verið mjög hættulegt og það þarf, mér finnst persónulega að það þurfi að opna umræðinu þetta. Af því að núna er þetta bara einhvern veginn, krakkar á netinu að sjá bara að þetta er ógeðslega hollt. Þú veist, þetta er bara miklu betri reykingar og þú veist bara hvernig áhrif þetta hefur líkamann. Það tekur taugakerfið bara og það allt í burtu. Það náttúrulega alveg fullt af rannsóknum sem sýna það. Nákvæmlega. Galdramaðurinn. Galdrakallinn. Greinilegt hver er að segja. segja. Það er svolítið erfið að gera greinum á bíómyndaðargræsi og alveg neyslu. Já. Já, íslenska kvennplantan sem er í gangi núna, hún er miklu sterkari. Það er betra að hérna að það er tónlist. Já, hún er bara miklu sterkari, THC er miklu sterkari En, við erum komin langt út. Já, við erum alveg komin rosalega langt út fyrir efni. Já, við erum aðeins að klippa þetta út. Nauðungavistun. Samkvæmt 19. grein lögræðislaga er manneskja nauðungavistuð ef að læknir telur þörf á því í 48 klukkustundir. Og þá er það ef að manneskjan er talin hættuleg sjálfum sér að öðrum, yfirleitt. Og það þarf að grípa inn í með einhverjum öflugri hætti heldur en bara heimsóknir heim til manneskjunnar eða þú veist hvað annað sem er gert í svona reglubundnu eftirliti á sjúklingum geðheilbrigðiskerfisins. En eftir 48 klukkustundir, ef að talin þörf á, þá er sótt 21 dags sviptingu og þá þarf dómsmálaráðuneytið að samþykkja þá sviptingu og þá er sjúklingurinn í raun og veru að kalla 48 klukkustundarna kalla kyrrsetning og svo er 21 dagurinn kallað nauðungarvistun. Og eftir 21 dag, ef talin er þörf á því, þá þarf að sækja sjálfræðissviptingu eða það er í einhverjum tilfellum hægt að kyrrsetja einstaklinginn aftur
til þess að vinna tíma. Eftir 21 daga getur aftur sótt um Já, þá getur aftur sótt um kyrrsetningu í 48 klukkustundir. Ef það þarf að bíða kannski aðeins lengur af því að eins og við töluðum með meðalhófið að við viljum auðvitað ekki grípa til þess úrræðis að sjálfræðissvipta manneskju ef það er svo ekki þörf á því. Það líka verið eitthvað bíð á dómum, þá er Já. kannski einhverjum að bíða þetta með. Þarf aðeins að bíða og kyrrsetja. Já, en þetta er óbúslega reglufast og það er mjög mikilvægt að deildir og læknar fari eftir þessu. Af því þetta er borgurinn til verndar og við myndum ekki vilja að það vera illa þessu staðið gagnvart okkur ef það kemur til þess að það þyrfti að svipta okkur. Þá vill maður bara allavega að það sé gert rétt, sko. En sjálfráða maður verður ekki vistaður nauðugur á sjúkrahúsi og það er alveg á kæru. Ef þú ert sjálfráða og það er ekki búið að sækja um kyrrsetningu og þú ert ekki á 21 degi, má ekkert halda þér inni. Það er bara bannað, en það er alveg ekki stundum gert. Og svo er líka stundum reynt að feta einhvern jafnvægisgang með kannski farveika sjúklinga, semja við þá það við sjálfræðissviptum þig ekki ef að þú ert tilbúin að vera inni áfram, sko, eitthvað svona. Og það er auðvitað bara partur af meðalhófinu að reyna að gera það. En það er alveg ofboðslega alvarlegt finnst mér ef að það er sjúklingur sem að biður að vera útskrifaður inn á einhverju deild. Og það er bara endalaust tala og þetta hefur alveg gerst. Það er bara að tala við hann og hann samþykkir og svo klukkutíma seinna biður hann að fá að fara út aftur. Og svo enda með því að hann ræðst á einhvern og þarf að yfirbuga hann. Og hann er ekki sjálfræðissviptur. Mér finnst þetta alveg töluvert alvarlegt að svona geti komið upp, sko. En auðvitað gerast mistökin alls staðar, sko. Þau eru ekkert bara heima, þau eru líka í vinnunni. Ég er alltaf heima, alltaf yfirbuga börnin. Gott sem er að segja þetta upptökur. Ég er með samtökin bara. Þið tilkynnum við bara. 25. grein lögræðislaga. Þetta er upptalning af því hvað þarf að tilkynna manneskju sem hefur verið nauðungarvistuð eða kyrrsett. Og það þarf að segja henni ástæðu nauðungarvistunarinnar, rétt hennar til þess að njóta aðstoðar og stuðningsráðgjafa og núna er komið ráðgjafateymi sem að sér um þetta og þeir koma bara sjálfkrafa þegar það á að nauðungarvista í 21 dag. Það er ekki rétt hjá mér, það var 21 dagur. Það þarf að tilkynna manneskjunni ákvörðun dómsmálaráðuneytisins ef að það er sótt 21 dag og það er samþykkt, sko. Það þarf tilkynna rétt til að bera ákvörðun nauðungarvistun eða þvingaða lyfjagjöf eða meðferð undir dómstóla og það er bara rétturinn til þess að kvarta sem að sjúklingarnir okkar hafa alveg eins og allir aðrir, sko. Við þurfum að passa vel að þegar við tilkynnum einstaklingi þetta að hann sé móttækilegur fyrir upplýsingunum. Við erum ekki að fara að tilkynna manneskju sem hefur engar forsendur til þess að taka við einhverjum upplýsingum bara til þess að geta skráða. En jafnframt þurfum við að passa okkur á því að ef við erum búin að tilkynna manneskju og við teljum að hún hafi móttekið upplýsingarnar, þá þurfum við að passa það að skráða. Af því að þetta eru skjöl sem að geta farið undir dóm. Þannig að við þurfum alltaf líka að hugsa þannig bara með sögukerfi þegar við erum að skrifa rétt inn í það og skráða þannig að það geti ekki að það sé engin í raun og veru vafi á því hvað er verið að segja. Af því að þetta eru í einhverjum tilfellum dómskjöl. Já. Og þessi 25. grein hún náttúrulega vísar beint í leiðbeiningarskyldu stjórnsýslulaga. Og það er ágætt þegar maður er að hugsa um lög að ef maður hefur verið mikið að lesa lög þá vísa þau oft bara í hvort annað og það er einhver grein í einhverjum æðri lögum sem að bara þessi grein í þessum lögum er bein afleiðing af þessari grein í þessum lögum.
og þetta til dæmis 25. grein lögræðislega er bein tilvísun í leiðbeiningarskylda stjórnsýslulaga. Alveg eins og við tölum áðan með bann við mismunun og lög hafa ekki öll sömu flokkun. Þú veist, það eru til æðri lög og svo eru til undirlög Og erum við mitt komin bara í leiðbeiningarskylduna. Vá, djúvill er þetta gott continuous hjá okkur. Stjórnvald skal veita þeim sem til þess leita nauðsynlega aðstoð og leiðbeiningar varðandi þeim mál sem snerta starfsemi þess. Og þetta hefur nú alveg komið upp í áliti hjá umboðsmanni Alþingis að svona hin hefðbundna regla er að skjólstæðingur, hvort sem er skjólstæðingur félagsráðgjafa eða læknis eða einhvers annars og við náttúrulega vorum í félagsráðgjöf þannig við þekkjum þetta allt í þannig að hann þarf að biðja upplýsingarnar eða þú veist, hann þarf að leita til þú veist, það er alveg tekið skýrt fram en eins og hjá okkur þá erum við í raun og veru að neyða fólk í einhverja meðferð þannig að það er dálítið öðruvísi auðvitað ber okkur skylda til þess að tilkynna allt sem gerist eins og við vorum að tala áðan að tilkynna manneskjunu að hún hafi verið nauðungarvistuð í 21 daga, tilkynninu af hverju hún er nauðungarvistuð, hvað hún gerði. Og það er náttúrulega bara, og það vísar líka beint í réttinn til upplýsinga í lögum réttinn til sjúklinga. Þannig að þetta er svona skemmtilegt net, gaman að lögfræði. Já. Bara lögræðissvipting. Lögræðissvipting er í raun og veru, lögræði er tvískipt og þú færð það bara sjálfkrafa. 18 ára gamall þá ertu lögráða. Og það felur í sig bæði sjálfræði, að þú ræður þínum næturstað og þínum gjörðum, og svo er það líka fjárræði, þú ræður penningunum þínum. Og yfirleitt þegar manneskja er svipt, þá er hún bara svipt sjálfræði en hefur ennþá fjárræðið og það er mjög algengt inn á öryggisdeildinni að fólk sé með sitt fjárræði en sé svipt sjálfræði og það er mjög algengt að við séum að vasast í peningum þeirra sem við höfum ekkert með að gera og skýlum okkur á bakvið deildarreglur og svoleiðis eða skýla sér á bakvið, þetta var maður ekkert að orða það þannig þetta er óbúslega erfitt að reyna að í raun og veru vera með manneskju meðferð og hún kannski þarf einhverja líkamlega meðferð, til dæmis sem við höfum tekið sem dæmi áður, tannlæknis meðferð. En hún getur ekki borgað sjálf, en hún eyðir 10.000 kall á viku í nammi. Þú veist, þetta er svona, þess vegna er oft sem að maður þarf að fara kannski einhverja svona aðrar leiðir að þessu og þess vegna er það líka gert á deildinni að reyna svona feta þennan jafnvægisgang á milli þess að stíga ekki fram yfir sitt valdsvið gagnvart sjúklingnum en líka að svona ýta undir það að einstaklingurinn taki ábyrgð á sjálfum sér, sinni meðferð og sínum fjármunum. Og það er náttúrulega líka bara fyrir að útskrifast. Og þetta er náttúrulega líka í lögum réttindi sjúklinga. Þannig að í raun og veru getur maður alveg sagt að þetta stangist pínu á, Að því að sjúklingur ber ábyrgð á þessu, Það er náttúrulega samræði við sjúkling, að reyna að stýra fjármálum Einmitt. En svo er sjúklingur kannski ósáttur og þá þarf maður að finna lausnir á því. Þannig að þetta er töluvert erfitt. En allavega, til þess að svipta sjálfræði eða fjárræði eða báðu, þá þarf dómsúrskurð og þetta eru 2 úrskurðir sem að þarf annan fyrir sjálfræði, hinn fyrir fjárræði, en það getur gerst á sama tíma. Og forsendurnar þurfa að vera þær að sjúklingurinn er ekki fær að ráða högu sínu meðal annars vegna geðsjúkdóms og það eru til aðrar ástæður fyrir því. En þetta er náttúrulega mjög oft út af geðsjúkdómi. Og líka ef það er talið nauðsyn að vista án hans samþykkis á sjúkrahúsi og þá er það vegna hættu. Lögráðamaður.
lögræði svipting, þá er það bæði sjálfræðis og fjarlægis. Já. Já, Það var orðið, bara eitt orðið. já, Já. það er eitt regnhnefarheiti yfir bæði. En en það sem að ekki börn, þá er sviptur þeim, það meira fóröldri þeirra. Hvað þýðir það? Ef að þú ert sviptur lögræði meinaru en átt börn, ert þú þá forráðamaður þeirra? Ert að spyrja þig? Nei, það er lögráða því ég er ekki eitthvað lögráða yfir börnum. Nei, lögræði Nei. vísa til þess sko, til þinna réttinda sem borgara. Ef þegar þú ert undir 18 ára, þá ertu undir forsjá foreldraðina og þeir í raun og veru taka lögráðamenn. ákvarðanir. Já. Þeir taka ákvarðanir um peninga og sjálfræði og allt þetta sko. En þegar þú ert 18 ára þá ræður þessu sjálfur nema að þetta sé tekið af þér. Basically þannig. Sjálfræðissvipting, lögræðissvipting, fjármálssvipting, forræði. Já. Svipting forræði. Og náttúrulega forræði er eiginlega bara, það er ekki lengur til þetta orð sko, eða þannig sko, það er talað um forsjá núna. Já, forsjá. En það er það sama á forræði. Lögráðamaður tekur nauðsynlegar ákvarðanir um persónuhagi hins sjálfræði svipta og hann getur ekki ákveðið að vista þennan sjálfræði svipta einstakling sem hann hefur undir sinni forsjá á stofnun nema læknir meti að það sé nauðsynlegt. En hann getur auðvitað gert þær ráðstafanir að tala við lækni og fá lækni til að meta það, en hann kemur ekkert og skuttlar sjúklingnum upp á deild bara því að honum finnst að hann þurfi innlögn. Kannski foreldri sem er bara að bugast af álagi getur ekki komið með barnið sitt og bara... Og innritað og lokaða geðdeild. Nei. Það virkar ekki alveg þannig. Og hann ræður fjárhag þeir sem er sviptur fjárræði nema að annað hafi verið ákveðið. Þú getur alveg verið með fjárhaldsmann og svo annan lögráðamann. Það er alveg hægt. Og lögráðamaður getur verið ættingiðinn eða vinurinn eða bara einhver. Það er bara metið hverju sinni. Og það er mjög algengt inn á öryggisdeildinni að þeir séu með einhverja ættingja sem lögráðamann fyrir sig. Sem að sjá þá um þeirra peningamál sko og svoleiðis. En það getur líka oft verið mjög erfitt og mikið álag fyrir fjölskyldumeðlim. Og það er náttúrulega með sviptingarnar að það þarf einhver að fara fram á það að manneskjan verið svipt svo að gagnvart ráðuneytinu sko. Og yfirleitt er það ekki ráðuneyti sjálft sem gerir það heldur einhver ættingi sko. Og þetta getur verið mjög heftandi fyrir samskiptin innan fjölskyldunar ef að manneskjan er mjög veik og áttar sig ekki á því. Og það hefur alveg verið mikið rætt að auka við að velferðarráðuneyti taki að sér þessa beiðni. En það er auðvitað bara mjög vand með farið sko, að gera það. En þetta er náttúrulega alltaf læknir sem að metur það og þess vegna náttúrulega mikilvægt að hafa marga góða lækna sem er í góðu sambandi við sína sjúklinga og þekkja til. Lögráðamanni ber skyldu til að vera í samráði við þann sjálfræðissvipta og vinna í hans þágu. Og þetta samráð, það er náttúrulega ofboðslega batamiðað og gott að þú getur ekki bara hringt eitthvað og tekið ákvörðun fyrir hönd einstaklingsins aðeins að einu sinni tala við hann eða neitt. Og það hafa nú alveg verið þeir tímar að það var hægt sko en það er búið að breyta því sem er vel. Jæja, ungfrú, viltu fá þetta? Já. Það er jæja jungfrú. Ungfrú. Já, Þorbjörg er náttúrulega tvímælalaust. Já, gerð þú þetta? Ég þetta er ekki að virka. Já, Tveggja barna móðir. 2 eingetin börn. Já, 2 eingetin börn. Hver á ekki svoleiðis? Ekki þú. Ekki ég. Dóni. Já, 3 eingetin. Dóni.
Já, lög meðferð sakamála. Þegar alvarlegur glæpur er framinn að þá er það í undantekningartilfellum að farið fram á geðmat á viðkomandi og það er læknir sem að gerir það mat og það er til þess að meta hvort að einstaklingurinn sé sakhæfur eða ósakhæfur og þá á hvorum staðnum hann lendir, hvort hann lendir í heilbrigðiskerfinu eða fangelsiskerfinu. Og sakhæfi felur í sér tvenns konar skilyrði. Þú þarft að hafa orðið aldur sem er 15 ára og svo er líka hvort að þú ert sakhæfur, ósakhæfur sökum geðveiki, andlegs vanþroska eða hrörnunar, rænuskerðingar eða annars samsvarandi ástands voru þeir sem að frömdu brotið ófærir á þeim tíma er þeir unnu verkið til að stjórna gjörðum sínum. Þetta er vitlaust. Já, Þurfum að taka þetta út. Já. Nei, bara efsta punktin hann var. Og þessi glæra er farin bara Hvað, alveg. gulaspjaldi? Hvort er eftir? Já, ok, þú meinar. Þessi glæra er farin út. Já, ok. Hún var út. Já. Hún var bara að fletta yfir þetta. Þið snarasta. Baldur. Já. Núna. Já. Núna! Nú, þegar meta þarf geðrænt ástand einstaklingsins er lögð fram beiðni geðmat. Á Íslandi er lögfræðilegur mælikvarði notaður við geðrannsókn sem þýðir það að dómarar eru ekki bundnir af mati geðlæknisins. Þó svo í langflestum tilfellum styður dómari mat læknisins en það þarf ekki endilega að vera. Í þessu mati að þá er skoðað hvort að refsing muni bera árangur og hvort að það sé einhver gagnsemi af refsingunni. Ef þú ert með geðröskun eða ert andlega vanheill eins og kemur fram í lögunum, að þá er það mjög skiptar skoðanir á því hvort að refsing beri einhvern árangur. Þú ert ekki að fá hjálp við þínum andlegu veikindum, þannig að... Nei. En svo náttúrulega snýst þetta líka það ef þú ert algjörlega ófærum að ráða gjörðum þínum. Hvernig er þá hægt að refsa þér fyrir þér? Þetta er pínu þessi hugsun. Þannig að ef þú ert óbúslega lasin, en þú varst ekki til lasin akkurat þú fram til verkna, en þú vissir alveg hvað þú varst að gera, þá áttu heim í fangelsi. Þetta er pínu, það er alltaf verið að meta þetta nákvæmlega á gjörnaðarstundu, varstu nógu lasin til þess að vita ekki hvað þú varst að gera. Já. Og þarna getur geðmatið sjálf getur tekið mjög langan tíma því að það getur bara verið mjög erfitt að skera úr það, hvernig ástandið þitt var. Ef einstakling í kannski mikilli fíkniefnaneyslu er að ræða, þá þarf víman svolítið að renna af honum til þess að læknirinn sjái var þetta út af fíkniefnunum eða er þetta geðheilsan þín sem að gera þig svona veikan. Og ef þú ert dæmdur ósakhæfur að þá fellur refsingin niður og þú ert dæmdur inn á réttargeðdeild sem að er ótímabundin dómur í rauninni. Og þá er það mat læknisins sem að bara fer eftir því hvað þú dvelst þar í langa tíma. Ef þú ert dæmdur sakhæfur þá ferðu í fangelsi og bara tekur út þinn refsitíma og svo ertu laus allra mála. En
ósakhæfir að það getur tekið, eða það er bara ofsalega mismunandi og eftir að þú útskrifast af réttargeðdeild þá ertu alltaf undir eftirliti geðlæknisins þar til að hann metur þig að þú sért þurfir ekki lengur á hans hjálp að halda. Sem er hvað, basically aldrei? Eða? Já, það er bara, það er ekkert hægt að segja. En eftirliti getur bara falist í viðtali einu sinni í viku. Já. Og það er bara nóg, sko. Ef þú ert komið það langt í batanum. Já. Þeir sem eru dæmdir inn á réttargeðdeild og sakhæfir að þeim er úthlutaðir tilsjónamenn. Þetta er aðeins annað ferli heldur en með lögreglumannin því að tilsjónamaður hann er ekki valinn innan fjölskyldunar. Þetta er hann er skipaður af Hæstarétti og alltaf lögfræðimenntaður og hann á að sjá til þess að dvöl viðkomandi sé aldrei lengri heldur en þörf beri á. Og eftir 1 ár frá því að einstaklingur leggst inn að þá getur hann lagt fram óskum að rýmka dóminn og eins og ég sagði að þá ef að það fer ekki gegn þannig í fyrsta skiptið að þá á hann að sjá til þess að það verði gert aftur og að dvölin verði aldrei lengri heldur en nauðsyn ber. Það er mikil togstreita á milli kerfana, heilbrigðiskerfisins og fangelsiskerfisins og þegar kemur að einstaklingum með geðraskanir að þá er líka bara mjög erfitt að meta þetta á hvaða staðnum viðkomandi eiga að vera. Í fangelsiskerfinu fá þeir mikið minni þjónustu heldur en í heilbrigðiskerfinu. Síðast ég vissi þá var geðlæknir í 20% starfi á Litla-Hrauni sem segir sig sjálft að þeir eru ekki að fá mikla þjónustu. Ef þeir leita ekki eftir henni sjálfur að þá fá þeir ekki viðtöl og það eru sko bara þvílíkt löng bið. Þvílíkt. Þannig að þú færð ekki margir mánuðir sko. Það er líka bara eða sjúka. Já, einn félagsráðgjafi, kannski 2 sálfræðingar, þetta er bara ótrúlegt sko. Nei og þetta er bara, að mínum mati finnst mér þetta bara mjög alvarlegt mál. Þegar það er kannski keyrt með fárveikan einstakling frá Litla-Hrauni á leiðinni til Reykjavíkur á sjúkrahúsinu og hún er snúið við á leiðinni því að hún er neitað hjálp. Og landi þar sem er í lögum að allir Íslendingar eigi rétt á sem fullkomnarstri heilbrigðisþjónustu á hverjum tíma. Það er náttúrulega bara algjör firra að senda veikt fólk í burtu bara því að það er fast í einhverju öðru kerfi sko. Og það getur ekki verið réttlætanlegt á neinn hátt að mínum mati að gera þetta svona. Engan veginn og bara. En þetta er voða kannski þægilegt sko, þú bara já þessi, hann er hvort þeir lokaðir inni sko, þannig að við þurfum ekki að hafa ágjur á hann út á götu. Og þið dílið bara við hann? Já, þið dílið bara við hann í fangelsinu sko. En ég get ekki séð að við séum að skila frá okkur bættari einstaklingum. Og sérstaklega í ljósi þess að það er alveg búið að sýna fram á það að mjög stór prósent að fanga á Íslandi, eða fanga á Litla-Hrauni, er með einhvers konar greinda geðraskanir eða geðsjúkdóma sko. Þetta er alveg mjög stórt hlutfall. Manstu hvað er talað um? Nei, það er allavega að tala um 80-90% fanga á Litla-Hrauni séu með ADHD. En svona punktur í lokin sem okkur langaði að varpa fram er að sko það er í rauninni enginn sem er að fylgjast með okkur. Hvað við erum að gera. Við erum með geðdeildar allar fullar af fólki, en það er enginn sem er að fylgjast með því hvað við erum að gera við þetta fólk inni. Það vantar svona sjúkrahúseftirlit eða eitthvað. Það er til fjármálaeftirlit, það ætti ekki að vera til sjúkrahúseftirlit. Er ekki eitthvað
það hlýtur að vera eitthvað, það fylgjast með, hlýtur að vera eitthvað. Það eru engar stofnanir sem að hafa eitthvað vald Nei. að fylgjast með. Þeir Það eru eru til dæmis- leiðbeinendar, svona, Evrópunefndin vatni gegn pyntingum, umboðsmaður, alþingis, þetta eru allt sko, þú veist, allar stofnanir og eftirlitsaðilar, þeir eru bara með ráðgefandi vald sko. En ég veit ekki alveg sko með vinnueftirlitið, að það náttúrulega líka sinnir ákveðnu eftirliti hérna, en ég held að það sé líka bara ráðgefandi sko, án þess að ég get alveg farið með það. En vinnueftirlitið náttúrulega hugsa bara um starfsfólki sko, eða þú veist, þeir eru ekki að fylgjast með meðferð sjúklingum, þeir eru að fylgjast með vinnuaðstöðu. Eða að brjóta þeim, þú veist, Þá þurfa þeir að, sækjast þá að skoða málið. Þannig Já, að já. það er engin svona, nei, já sko sjúklingar, þeir þurfa bara að kvarta til landlæknis sko, og þá kemur landlækni kannski og skoðar þetta tiltekna mál, skilurðu. Og hann skoðar ekkert meira, skilurðu. Má það ekkert, hefur ekkert vald til hefur þess. ekki, nei. Og það er eins með umboðsmann alþingis. Og Evrópunefndin vatni gegn pyntingum, hún náttúrulega kemur hérna á einhver ára fresti og tekur út, sko, gerir úttekt á þessum geðdeildum sem eru hérna. En hún er bara ráðgefandi og í raun og veru ekkert sérstaklega mikið þrýstiafla af henni, sko. Við getum alveg bara hendur þessi tætran, sko, þessum skýrslum. Það lítur ekkert voðalega vel út, kannski ef við myndum gera það. En við þurfum ekkert að breyta neinu og það er náttúrulega sést best á því að það var fyrst kvartað yfir því að það er ekki garður hérna úti, hvað var 2000 í skýrslunni þá, eitthvað svoleiðis. Og það finnst núna svona eitthvað að gerjast, sko. 14 árum síðar. Það er stofnlegstar hér sem að deildarnar ráða ekki við, skiljum við. Deildarnar eru þrýsta, Peningar. Bætingar deildin hér, skiljum við. Já, já. En ég er já. Sem getur sagt um þetta. Og þetta er náttúrulega En við líka, erum að segja, ef það væri einhver hérna, já, og einhver hérna, já, einhver sem sem að- getur sektað, já, til dæmis. Dagsektir, já. Já, að, bara setja hennan garð út núna eða þið fáið dagsettir, sektir. En það er auðvitað ekkert gott fyrir ríkið, af því að ríkið þarf að borga þetta, skilurðu, það er ríkið að sekta sjálft sitt og þetta er alls Já, konar já. svona, færa peninga á milli hægri og vinstri vasa, sko. einmitt, En hérna- rosalega gott fyrir, þú veist, þetta er sami jakkin, Mhm. en þú veist, það er kannski 4 vasar og það er, þú veist, má þetta hversu vasa en á þetta ekki hversu, já, Já, en hinn vasa fær ekki þig, akkurat. sami jakkin. já, Þetta er skrifræðið í sinni fullkomnustu mynd. Yndislegt. Góð lofar. Já. Gott að hafa svona undercover sjúkdóm. Já, já, það má ekki, það er siðferðislega rjá. Það er gott nýla því. Eins og hún er, við getum ekki margt í smartplan. Þú var svona allir Já. kláður og var já, óslega ljótur, hvað er já, þetta? já. Nei, Byrði hann um að fara í málið bara. getur ekki eftir þess að við ljóta. Við erum, ég þarf að fara að sækja og það er 4. Erum við að tapa tíma? Já, ég er Já, ennþá. það er 2 straktir og það er klukkan.